Þetta hlaðvarpið vaknaði. Ég heiti Ásthildur. Ég heiti Stefania. Og við erum komið með skemmtilegan gest til okkar. Velkomin. Takk fyrir. Við ætlum að byrja að spyrja þig hver þú ert og hvernig þú skilgreinir þig. Ég heiti Ísak Hilmarsson og er ættaður úr Stykkishólmi. Bý í dag í Kópavogi en bjó tíma á Akureyri. Og ég er gagnkynhneigður. Ég bý með Gretu Maríu og við eigum saman eina dóttur sem verður 30 ára í júní. Já, það er skilgreiningin. Og af hverju heldur þú sért hér? Ég er hér til þess að ræða fæðingarsögur feðra. Já. Sem er verkefni sem við Greta María erum að vinna þessi misserinn. Fórum að stað með í nóvember á síðasta ári. Störtuðum verkefninu á feðradaginn 10. nóvember 2019 og erum að safna fæðingarsögum, feðra. Og er það ekki rétt hjá mér að það ætla að setja þetta síðan í bók? Jú, við erum að biðja feður að skrifa niður sínar fæðingarsögur og upplifanir og senda okkur og svo ætlum við að gefa þær út í bók. Er það eitthvað plan að hvernig það verði? Nei, það er ekki komin dagsetning á það, sko, en hún kemur út þegar við erum búin að fá nægilega margar sögur til þess að gefa út og já. En hvernig byrjaði þetta verkefni? Við fengum hugmyndina síðastliðið sumar að því að Greta er ljósmóðir og við ræðum oft fæðingar við vini okkar bara því að hún er ljósmóðir þá finnst fólki það er mjög viljugt að tala fæðingar og sína reynslu við hana og ég fæ ofta að heyra fæðingarsögur frá fólki að því að verandi ljósmæðra maki þá kemur fólk til mín og ræðir alls konar hluti sem er bara mjög gaman. Og svo sagði ég við Greta einhvern tímann að hvort það væri ekki komin tími á að einblína svolítið á feður og þeirra hlutverk og ég sagði nú eiginlega meira við hana í gríni heldur en sko alvöru og hún svona þagnaði bara aðeins og jú, það er bara geggjuð hugmynd. Þannig að þá fórum við að hugsa þetta aðeins betur og velta þessu fyrir okkur meira og sáum að þetta var kannski ekkert svo galin hugmynd. Já. Og við fórum og kíktum við sem að gera þegar maður fær hugmyndir og þá fer maður á netið og athugar hvort það sé einhver annar búinn að gera þetta. Og ég held að ég hafi fundið 2 eða 3 fæðingarsögur frá feðrum á netinu, íslenskum feðrum, á íslensku. Á einhverju bloggi eða bara fréttir? Já, bæði fréttir og svo á einhverju bloggsíðu. En ég kláraði ekki internetið, sko, þannig að það eru kannski fleiri, sko, en ég sá að það var rosa mikið til að fæðingarsögum frá mæðrum, eðlilega. Já. En við sáum það fljótt að þetta var, gæti bara verið mjög sniðugt að fara af stað með þetta og við fórum að ræða þetta við vini og vandamenn og svona fjölskylduna í kringum okkur og það tók allir voða vel í þetta. Fannst þetta mjög sniðug hugmynd og svo fórum við að ræða þetta við aðeins svona fólk aðeins fyrir utan það sem er ekki svona í þessum já-hóp sem segir alltaf já þegar maður fær einhverjar hugmyndir og þeim fannst þetta mjög sniðugt líka þannig að við bara kýldum á að fara að undirbúa þetta og vorum svolítið að velta í fyrir okkur hvernig við ættum að standa að þessu. Hvernig ættum við að nálgast feður og hvaða vinkil við ættum að taka á þessu og já, hvernig við ættum bara svona að ramma þetta svolítið inn og við ákvaðum að stofna Facebook síðu og vera með söfnuna þar í gegn og við erum svo sem með Instagram síðu líka í dag til þess að bara ná til fleiri aðra. Einmitt. En við ákvaðum það líka og vorum að velta þessu fyrir okkur hvort að sögurnar ætti að vera undir nafni í bókinni og við ákvaðum að þær yrðu nafnlausar í bókinni til þess að feður þyrftu ekkert að hafa vera hræddir við það að senda okkur inn sögu og þannig að sögurnar verða bara nafnlausar. Einmitt því þetta er oft mjög persónulegt, það eru margar tilfinningar á bakvið það. Akkurat. Og þetta er rosa mikið að setja sig kannski svona út í, eða þú veist, vera dálítið svona veit ekki hvað þá, bara svona berskjaldaður, já. En haldið að væri öðruvísi ef þetta væri konur? Eða sko, af hverju eða skilurðu, maður berskjaldaður, en er það ekki pínu pointið? Að vera berskjaldaður og það sé í lagi? Jú, að sjálfsögðu er það, jú.
Við fórum alveg fram og tilbaka með þetta sko, en við svona enduðum á því að hafa það nafnlausar og við töldum að við myndum fá fleiri sögur þannig inn, þar að segja fá feðrum sem væru tilbúin að taka þátt af því að nafnið þeirra væri ekki, heldur það að það væru einhverjir sem myndu ekki vilja vera með af því að nafnið þeirra væri ekki með, skiljið. Akkurat. Þannig að, en við hverja sögu verður fæðingar ár barnsins og föðursins og fæðingarstaður sem að getur verið Ísland eða Akureyri eða heimahús einhvers staðar, bara mjög opið, en bara svona til að gefa lesandanum smá hugmyndum aðstæður. Finnst ykkur það skipta máli? Hvar barnið fæðist? Já, það getur gert það, en það er kannski bara svona til að hafa smá svona fólk geti aðeins sett sig inn í, því að við viljum náttúrulega fá sem fjölbreyttasta sögur, ekki bara allar af Landspítalanum eða þar sem að flestar fæðingar eru á Íslandi, heldur líka á öðrum fæðingarstöðum og í heimahúsum og bara fæðingar eins og þær voru hérna áður fyrir í sveitum og svona. Við viljum líka fá gamlar sögur og gamlar upplifanir, þannig að það skiptir kannski ekki alveg öllu máli, en það er gaman að hafa vingilinn með því. Ég tek eftir því á Instagram og svona, þá hefur maður séð mömmur og konur sem að deila sínum sögum og ráðum sem móðir og annað, og mér finnst mjög áhugavert. Ég hef aldrei pælt í því hvað ég persónulega hef aldrei séð neitt Instagram account þar sem einhver pabbi er að deila sínum ráðum. Það eru til svo margar Instagram síður sem eru bara tilengaðar mömmum. Og þannig að mér finnst mjög gaman og áhugavert. Ég hef aldrei í rauninni pælt í því hvað mikið þetta í rauninni vantaði. Að vekja athygli á bara því að vera pabbi. En fannst þú fyrir því að þetta vantaði þegar þú eignaðist barn? Nei, kannski ekki hægt að segja að ég hafi fundið sérstaklega fyrir því sko. Af því að Greta er náttúrulega ljósmóðir, þá gat ég alltaf spurt hana svona hvernig þetta virkaði. En nei, en ég fann það alveg þegar við fórum á stað með þetta og ég fór að lesa sögur sem kom inn til okkar. Það hefði verið gaman að lesa þetta þegar ég átti von á mínu fyrsta barni sko. Bara svona til þess að því að þá veit maður ekkert hvað maður er að fara út í sko. Einmitt. Mér finnst líka alltaf talað samfélagið sem að mömmur mynda með sér. Ég hlustaði á podcast daginn þar sem var verið að tala bara fegurina sem er í því að vera mamma, þú færð alltaf ráð frá öðrum mömmum og svona, því þetta samfélag sem myndast. Finnst þér vanta þetta samfélag hjá feðrum? Já, ég held að við getum alveg gert meira af þessu. Það eru nú einhverjir Facebook-hópar, held ég. Ég er nú ekki í neinum og hef ekki verið í svoleiðis hópi, en ég hef heyrt af þeim, þar sem eru einhverjir feður saman, eða verðandi feður sem eru að ræða. Og svo er nú Facebook síða sem heitir Pappatips líka. Og hún er mjög vinsæl. Það er alls konar hlutir. Ég er reyndar í henni, það er alls konar hlutir sem eru ræddir þar. Þannig að það er, og mjög flottar oft umræður sem að koma þar. Bara alls konar. Er þá verið að fara eitthvað út í eins og tilfinningaleg áhrif og andlega heilsu hjá feðrum? Ég les ekki allt sem kemur þar inn, sko, en já, það er alveg, já, eins og segi, mjög flottir hlutir sem eru ræddir það líka, sko. Það er líka, til dæmis verið að ræða, hvaða vagn er best að kaupa og svo líka bara hvernig einhverjum leið eða svoleiðis, eða eitthvað sem við komendu þurft að díla við, eða svefnvandamál, eða bara alls konar. Það er alveg flottur grundvöllur og fyrir ýmislegt, sko. En hvað myndirðu segja að væri svona típiski pabbinn í þínum huga? Það er svolítið erfitt að svara því, held ég, sko. Við erum náttúrulega bara eins og við öll mjög mismunandi hvernig við tæklum þetta hlutverk eins og önnur. En já, ég er kannski svolítið erfitt að segja hvað svona típiski pabbinn er, sko. En mér finnst alltaf gaman að sjá feður sem er að fullu að leika við börnin sín og er ekkert að pæla í hvað aðrir eru að gera í kring, sko. Er bara að njóta þess að vera með börnunum og taka svolítið þátt í leiknum og er ekkert að hugsa of mikið að það sé einhver að horfa eða eitthvað svoleiðis, sko. En myndirðu segja að vera eitthvað típisk mamma? Nei, ég get eiginlega ekki sagt það, sko. Nei? Ekki, já.
að þegar stundum náttúrulega hlutverkin rosalega skýr, þessi staðalímyndir heima hjá fólki og eins og við höfum verið að tala við allskyns fólk og höfum heyrt að, þú veist, oft þetta þannig í samfélaginu að þú kannski ert opinberlega frekar svona mikill jafnréttissinni og feministi og segir alveg að þú, en síðan þegar þú kemur heim þá það kannski aðeins öðruvísi, er það þannig að þér? Já, þar séu svona ákveðin verkaskipting eða svoleiðis. Já, svona öðruvísi. Nei, við reynum að bara, við tölum stundum það að þetta sé svona að já, hvað það sé bara gott að skiptast á í öllum hlutverkum og það sé ekkert svona ákveði hver gerir hvað, sko. Ok. En myndirðu segjast vera jafnréttissinni? Já, sjálfsögðu jafnrétti að vinna góða og já. Og eru þið ekki, þú veist, vinklarnir eru svo margir þar að kemur að þessum fæðingasögum. Þetta að einhverju leyti svona dálítill aktivismi eða svona, hvað getur maður sagt? Þú veist, þeir eru að vekja athygli á málstað sem hefur ekki verið, þú veist, sem enginn hefur verið að vekja athygli á áður. Já, akkurat. Við tölum stundum það að verkefni sé tvíþætt. Annars vegar eins og segja, kannski vitundavakning, að fá þetta aðeins upp í samfélagið og fá fólk til þess að ræða vinkil feðra á fæðingum og þeirra upplifunum. Að sjálfsögðu eru konurnar ennþá í aðalhlutverki og allt það og þetta snýst ekkert það að varpa einhvernum skugga á það, alls ekki, heldur bara svona að reyna að lyfta þess upp upplifun feðra og fá það svolítið í umræðuna, já, og svo þá hinn hlutinn að safna sögunum og gefa út í bók til þess að verkefni lifi áfram og sögurnar verði aðgengilegar áfram. Þannig að já, við erum svona núna að safna sögum og bara ræða þetta og reyna til þess ég nú meðal annars mættur hingað til þess að fá fleiri til þess að ræða þetta og pæla í þessu. Finnst þér að fá einhverja fordóma fyrir þessu? Nei, við höfum ekki fengið neitt nema góð viðbrögð við þessu sem alveg bara meiri áttar. Þeir sem hafa kannski minni áhuga á þessu, því við erum ekkert að biðja allum að hafa áhuga á þessu, það er ekki hægt. En þá fólk kannski og feður bara sem að, þú veist, segja, flott verkefni, en mér langar ekki að taka þátt í þessu. Við höfum alveg vinir sem hafa bara sagt það og verið bara mjög heiðarlega með það að eiga börn og bara en langar ekki að rifja þetta upp og skrifa sína sögur, sko. Samt eiga kannski bara 2 eða fleiri mjög góðar fæðingar, sko. Þannig að þetta bara mismunandi hvað fólk vill ræða og já. En hver svona, af því að þið eru svona skrifað þetta í sameiningu, hver svona þín saga? Viltu deila henni? Já, já, það ekkert mál. Ég skrifaði mína sögu og hún í verkefninu og það hægt að finna hana á Facebook síðun okkar, Fæðingarsögur feðra. Það eru 3 sögur þar inni og mín ein af þeim og það sennilega eina sagan sem verður undir nafni. Hún eru nafnlaus í bókinni en það mynd af mér með sögunni þannig að fólk tengir það. Já, það var líka svona það sem við ræddum líka í upphafi þegar við fórum á stað með þetta að við urðum að vera svolítið svona hafa þetta á persónulegu nótunum og sýna fólki hver við værum, hvaða fólk væri á bakvið verkefnið. Af því að og þess vegna skrifaði ég náttúrulega söguna mína og hafði hana bara með nafnið, þannig að væri skýrt hver sagan mín væri. Þannig að já, ég hefði kannski sjálfur ekki viljað taka þátt í verkefnið þar sem að það væri bara lokað hver væri að safna sögunum og vinna verkefni og svona. Við vissum það að við þurftum að vanda til verka í upphafi og fara nálgast viðfangsefni svona varlega og með virðingu og hafa þetta persónulegt þannig að fólk væri tilbúið að deila sinni reynslu, sko. En já, við ég fór með sem sagt þegar við eignuðumst okkar fyrsta barn í júní 2017 þá fór ég með í skoðanir og reyndi að standa mig í því að taka þátt og var mjög áhugasamur og fannst þetta mjög spennandi. Og aftur að því að Greta nú ljósmóðir þá spurði ég hana oft og það var svolítið gaman að fara í skoðanir og í sónarinn og allt og það
það svolítið öðruvísi þegar það eru tvær ljósmæður inni að tala saman það sem að gerist sko, þá satt ég bara svona, já, og veist, tveir sérfræðingar sko og einn leikmaður, þá spurði ég bara þegar við vorum komin út í bíl sko hvað hefði gerst þarna og hvernig þetta hefði gengið og svona, ég las náttúrulega salinn og spurði þegar, veist, ég var eitthvað óvist, þá spurði ég hvort það væri ekki alltaf góð og eitthvað svona og bara gaman, en svo fekk ég þetta bara á íslensku en ekki fræðimálunni þegar kom sko. En það var bara mjög skemmtilegt og já og meðgangan gekk mjög vel og við vorum bara bæði mjög spennt fyrir þessu og já og svo í júní þá kom að því að við barnið var á leiðinni eða sem sagt það var svona stemdi í það, barnið var á leiðinni og þetta var rétt fyrir miðnætti sem að við fórum á Landspítalann og við ætluðum að eignast barnið í fæðingarheimilinu Björkinni sem er fæðingarheimili og en úr varð að við fórum á Landspítalann þarna og ég man að þegar við lögðum bílnum fyrir utan á Landspítalanum og við vorum að fara inn og ég var að styðja Gretu inn þá heyrðist svona rosalegt öskur úr einhverju stofunni sko og ég vissi bara ekki hvað það væri í gangi sko ég hefði svo verið til í að sjá þetta atriði hjá okkur og sjá svipinn á mér því að þetta var alveg það var mikið öskur og við stoppum svona aðeins og ég að leiða Gretu og hún stoppar, lítur upp bara þarna barn að koma í heiminn og ég bara hvað erum við að fara út í sko það enginn alltaf að sýna henni það náttúrulega ekkert sko þannig að ég hann alltaf reyna að sýna stuðningu og hún var svo hugfangin aðeins og svo fórum við inn og þetta var mjög skemmtilegt sko en svo gekk fæðingin hún gekk vel, tók svolítið tíma svona undirbúningurinn en þegar hún fór á stað þá gekk þetta bara mjög vel. Já, varstu þú vel undirbúin undir þetta? Já og nei sko, það er svolítið erfitt að undirbúa mann fyrir eitthvað svona sem maður veit ekkert hvað er að vera að gerast. Akkurat. Nú höfum við hvorugar haft börn sko. Þannig að þetta er svolítið svona, þú veist, maður er auðvitað pínu stressaður líka auðvitað, vonar allt gangi vel og svona, en já, ég reyndi að undirbúa mig eins og segi og ég sko eins og segi Greta ljósmóður sko ég fór í starffræði í háskólanum sko þannig að ég svona þarf ekkert að vera ómikið inn á spítalanum sko og þegar verið að sýna frá opnum hjartaaðgerðum í fréttunum sko þá lít ég bara undan horfa eitthvað annað á meðan en á meðan Greta hún sest bara og horfir alveg bara grimt sko hún hefur svo mikið áhuga öllu svona þannig að það er líka það sem mér finnst gera verkefni svolítið skemmtilegt að við erum svona á mismunandi stað hvað þetta varðar. Akkurat, allir eru mismunandi. Já, akkurat sko, en hún reyndi að undirbúa mig þetta líka fyrir og ég horfði á fæðingar sko á YouTube. Já, en ekki bara sko horfði á eina fæðingu þar sem fíll var að eignast afkvæmi og svo eina þar sem að gíraffi var að eignast sem að er bara ekki konur þá? Ekki konur, nei ég lagði ekki í það. Nei, ok. Fannst þið það meira skeri heldur en fíll? Heldur en fíll og gíraffi, já. Af hverju? Ég veit það ekki, mér fannst það bara það var bara þannig sko. Já. Þannig að það var mjög gaman og áhugavert að horfa á það sko. Já. Jú, ég held reyndar mér minnir að ég hafi nú hort á fæðingu líka á YouTube þar sem að barn kom í heiminn en ég horfði ekkert á alla og það var svona vassfæðing og voðafallegt og þú veist, við vorum að reyna þú veist, ég var búinn að sjá það fyrir mér að það væri svolítið að blóði í fæðingum og svona sem að ég er ekkert rétt sko það voru svona ýmislegt sem hún leiði rétt í á meðgöngunni að það myndi gerast sko Þannig að þú varst alveg svolítið hræddur þarna þegar Nei, kannski ekki alveg sko en svo þegar kom að fæðingunni þá fær maður einhvern veginn svona smá auka kraft og maður er bara svona, þú veist, þetta er ákveðið verkefni sem við þurftum bara að leysa saman og ég reyndi að styðja hana og þannig að það gekk rosa vel sko, ég kom sjálfum mér svolítið á óvart og þetta magna að fylgjast með þessu sko, að maður sér hvað mannslíkaminn er ótrúlegur að koma barni í heiminn, þetta er náttúrulega alveg, þetta er geggjað sko. Já. En eru þið vinirnir svona eitthvað að tala þetta, þú veist, svona utan kannski vinahópsins með konunum?
Já, við hittumst alltaf reglulega og förum við Nei, sko þú veist, ég meina eins og þetta, þú veist, það kemur mér alveg óvart að þú einhvern veginn hafir kannski ekkert endilega verið tilbúin til þess að horfa mennska fæðingu og svo einhvern veginn mætti þetta og verið svona, ok, þetta er bara allt öðru sem ég hélt. Þú veist, ræðið þið þetta eitthvað, eða? Ekki oft. Nei. Og yfirleitt þegar einhver í vinahópnum eignast barn, þá er svona tala létt það, þú veist, það er ekkert farið mjög djúpt í það hvernig gekk, kannski, auðvitað mismunandi hvernig það er milli vina og hvernig aðstæður eru og allt það, sko, það er alveg rætt ýmislegt og hvort sem það gekk mjög vel eða eitthvað kom upp á eða eitthvað svoleiðis, en oftast er þetta nú svona, er þetta frekar svona gruntar, svona hvernig gekk þetta fyrir þig, þú veist, þá er svona svarað, jú, þetta gekk bara vel, þú veist, þannig, Það er ekkert farin eftir rosalega djúpt í það. Nei, og ég meina sama þegar við hittum fólk, við Greta saman þegar við eignuðumst barnið, þá var náttúrulega aðalega spurt eðlilega hvernig hún hefði það og hvernig gekk og allt það, sko, og svo ég svona spurði aðeins, hvernig var þetta fyrir þig? Já. Og svo bara talaði um eitthvað annað, skiljum við. Einmitt. Aftur, það er mjög eðlilegt. Já. En á sama tíma eins og því það er pláss auðvitað er spurt hana fyrst en það er alltaf pláss fyrir, finnst mér makan líka, eða þú veist. Þannig að svo fínt að þið séu að deila þessu út af því að þeir gleymast kannski. Já. Og þótt að hún sé kannski að því smæðurnar séu kannski aðalatriði þá algjörlega. Má ekki gleyma því að það er pláss fyrir Nei. þú veist, báða aðilana. Akkurat. Í þú veist þessu samtali. Ég var líka að pæla út af því að þér að vekja athygli á fæðingarsögum feðra og svona. Hefur þú sem faðir, finnst þér þitt hlutverk sem faðir vera metið minna á móti hennar hlutverki sem móðir? Ég hef oft talað við kalla sem ég var að vinna með. Hann segir að þú veist, honum finnst erfiðara að fá frí í vinnunni. Þú veist, honum finnst þegar kemur að strákunum sínum. Þegar hann er að fara á einhverja fótboltaleiki, sækja þá í skólan. Honum finnst einhvern veginn vera að tekið öðruvísi á móti honum en þegar konan hans gerir slíkt hið sama. Nei, ég hef ekki fundið fyrir því. Það er mjög jafnt hjá okkur, sko, og vinnuveitandi minn er mjög sýnir sem mikinn skilning þegar eitthvað þarf. Og auðvitað Greta er náttúrulega á vöktum, þannig að þegar hún er í vinnunni þá er erfitt fyrir hann að skjótast eitthvað, sko, þannig að þá fer ég og græja það og auðvitað er hún stundum ekki á vakt náttúrulega og þá græjar hún það sem hægt er að græja, skilur, ef ég er í vinnunni, þannig náum við svolítið að skipta þessu allavega á okkar heimili, sko. En ég get trúið því að það sé kannski flóknar ef að báðir er í vaktavinnu eða svoleiðis, bara mismunandi, sko. En nei, við svona náum að hafa þetta nokkuð jafnt, sko. En var eitthvað svona því, svo fyrir maður aftur í fannst þér eitthvað koma þér á óvart svona eftir fæðingar? Nei, auðvitað var þetta komið bara, held ég, alltaf óvart svona, mér fannst þetta alveg magnað og þetta er ótrúlega skemmtileg upplifun og þetta gekk vel hjá okkur og þetta er bara svona aftur, bara mannslíkaminn er svo geggjað fyrirbæri, sko. Kannski það sem kom mest óvart, hvernig þetta bara virkar, sko. Já. Þannig að, og svo klippti ég naflastrenginn þarna og það var rosa gaman, sko. Já. Og það var, já. Skrítið, kannski. Það var skrítið, já. En aftur, það gerði ég og veist, það var bara einhvern veginn ekkert mál, sko. Já. Bara eins og að gert það mörgur sinnum áður. Já, næstu því, sko, einhvern veginn, akkurat. Þannig að, nei, það var svona ekkert þannig sem kom mér á óvart svona eftir á, sko. Nei. En svona eftir þegar þú voru búin að taka barnið heim og svona aðstæðunar eftir þetta allt saman. Ég meina það er alltaf viðbrigði eignast barn. Að sjálfsögðu, já, við fórum alltaf 3 heim og maður fær svona einhvern veginn, maður fær svolítið auka sett af tilfinningum, sko. Þú veist, ég hef alveg heyrt vini mína og svona vandamenn tala um það hvernig það er að eignast barn, þú veist. Eins og við vorum kannski að ræða áðan, þú veist, þetta er alveg rætt svolítið og svona, en þá hafði ég náttúrulega átti ég ekki barn fyrir og þegar þú ert að hlusta einhvern sem er að lýsa því hvernig það er að eignast barn fyrir einhverju sem á ekki barn, það er alltaf svolítið öðruvísi, af því að þetta er bara það magnað finnst mér, að ég hafði alveg heyrt, já, þetta er
gaman að eiga barn, þú veist, það er geggjað, sko, og svo maður svona, já, maður reyna að lifa sínu eða eitthvað neginn og samt veist ekkert hvernig það er, þannig að, og svo eignast maður barn og þá svona, svona það, þú veist, það er svolítið svona, og það náttúrulega, það heldist svolítið yfir mann líka þegar maður fer heim með barnið og, þú veist, þá komin þessi meiri ábyrgð og maður ekki bara að hugsa sjálfan sig eða okkur tvö eða hvernig það er. En fannst þér þú breytast eftir að eignast? Tókst eftir einhverju? Nei, ég veit, nei, kannski eitthvað, bara aftur varðandi ábyrgðina, sko, eitthvað svoleiðis, en svona, nei, kannski ekki mikið, sko. En veistu hvort að pabbi þinn var viðstaddur þegar þú fæddist? Já, hann var viðstaddur, en ég vissi það ekki áður en við fórum á staði í þetta verkefni, sko. Það var eitt af því sem að við, svona, þegar við vorum að ræða þetta, þá fór ég að hugsa, allir pabbi minn hafi verið viðstaddur og hann var viðstaddur, já, og ég á annan bróður sem eldri en ég og hann var viðstaddur þá líka. En þá var ekkert fæðingarorlof fyrir feður þá, sko, það voru alltaf breytti tíma líka. En það er líka það sem við höfum verið að benda á þetta verkefni snýst ekki bara unga feður, þetta snýst líka eldri feður og náttúrulega, hvað ég segja, svona upp á við, þú veist, vitið þið hvort að feður ykkar voru viðstaddir? Akkurat, ég hef ekki hugmynd, sko. Sko ég giska ekki, en ég veit það ekki alveg. Nei, akkurat, þannig að, þú veist, og það er rosalega margir sem hafa bara ekki hugmynd það. Einmitt. Af því að eins og ég segi, sumir hugsa strax unga feður þegar þau heyra af þessu verkefni. Já, þetta er fyrir svona unga feður. Einmitt. Jú, líka, en líka við höfum fengið sögur og upplifanir frá eldri feðrun líka, sko, sem er mjög gaman og það er það sem við viljum fá sem fjölbreyttasta sögur í verkefni, sko. Já. Einmitt. En þið eru með Facebook síðu og þið eru með Instagram síðu. Já. Undir bara, fæðingarsögu feðra. Akkurat. Og fólk getur fundið ykkur þar. Já, nákvæmlega. Og heyrt í ykkur eða hvað? Já, og bara sendt okkur spurningar eða eitthvað, eða spurt okkur, já. Eða sest niður í kaffi og deilt þessu, eða það ekki? Akkurat, við sáum það. Ykkur finnst kaffi gott. Já, nákvæmlega, við drekkum mikið kaffi og nákvæmlega, algjörlega. Og við bendum á það. Ef það er einhverju sem að treysta sig ekki til að skrifa söguna sjálfur, þá geta haft samband við okkur og við finnum leiðir. Akkurat. En já, við erum búin að fá marga sögur inn og við erum óbáslega þakklátt fyrir viðbröðum og hvetjum sem flesta feður til þess að ræða þetta málefni og fara inn á Facebook og síðuna og fylgja okkur á Instagram. Kíkja á þetta. Akkurat. Og það held ég sé bara lokapunkturinn. Þessi þáttur er sjálfsögðu styrktur af Lemon. Já. Hvernig fannst þið djósinn? Hann er góður. Já, hann er góður. Akkurat. Við erum búin að vera svo upptekin að tala, við erum ekki búin að vera til að við eigum hann inni núna. Já, akkurat. En bara takk æðislega fyrir að koma og hefja þetta fallega verkefni. Þetta er, við þurfum á þess að halda, held ég. Takk fyrir það og takk fyrir að fá mig. Já, takk fyrir þetta. Takk. Þetta var hlaðvarpið Vaknaði. Ég heiti Áslaugur. Ég heiti Stefánía og takk fyrir að horfa eða hlusta.